Góðan daginn, þetta Salvör Gísladóttir og ég ætla að halda áfram núna með námsefni á vef í Wikibókum og það er námsefnið sýnidæmi sem ég tek, það er glerblástur og þetta er sem sagt liður númer 2 og nú ætla ég að fara í hvernig við byrjum á að skrifa kafla inn í Wikibókina og það sem við gerum er að við förum núna erum við búin að stofna Wikibókina og við erum búin að stofna okkur sem notenda á is.wikibooks.org og nú kem ég á morgun eða einhvern veginn seinna og ég ætla að bæta við bókina mína sem heitir glerblástur. Þetta er Wikibókin mín og þá get ég get leitað henni hérna í leitinni, geti líka farið á hennar listanum og ég var bara búin að setja í hana eina setningu sem inngang, hver var höfundurinn og hvað hann væri og fyrir hverja, hver var markhópurinn og í hvaða sambandi hún nýttist í skólastarfinu. Það er ágætt að hafa slíkt í inngangi, geti verið líka eitthvað skemmtileg mynd sem er segjandi fyrir efnið. En nú ætla ég að fara að bæta við fyrstu köflunum og þá segi ég breyta og ég er búin að svona aðeins að taka niður fyrir mér, það getur verið alveg reist en ég er búin að láta mig detti í huga að þessi Wikibók hún gæti verið í nokkrum köflum og þeir gæti verið hvað er gler, saga glergerðar, glergerð í Murano, það er staður sem að gler var búið til í og síðan glergerð og svo framvegis. Síðan ætla ég enda á að hafa spurningar, þið veit í góðu námsefni þá enda ég á því að hafa eitthvað svona prófa nemandans og ég ætla að setja ykkur spurningar eða verkefni fyrir nemandan og svo ætla ég að hafa heimildir, geta allra heimilda sem ég notaði þessa vinnu og svo ætla ég að vísa nemandanum áframhaldandi náms, ítarefni. Nú, þá ætla ég að byrja á að ég ætla að gera þetta alltaf svona undir köflum í þessari bók og það er mjög einfalt að gera eitthvað undir köflum. Það sem maður gerir er að maður fyrir bara hérna dekkir ljómarða sem á að vera fyrirsögn í undirkaflanum og smelli hérna stóra A, annarstigs fyrirsögn. Og nú ætla ég að gera það við þetta allt saman. Þetta eigi allt að vera undirkafla hjá mér. Og ég þarf ekki að ákveða þetta alveg strax. Ég geti að hafa breytt þessu seinna, bætt við undirkaflum seinna. Og ég ætla að byrja bara að setja texta hérna inn, til dæmis textan hvað er gler og ég er búin að semja hérna dálítinn texta. Ég má ekki taka beint úr neinu öðru, ég verða að umvarða eitthvað efni. Hér er texti gler og síðan er ég búin að taka saman pínlítið texta sögu glergerðar og ég bæti honum þetta við og þegar ég segi að mig ekki taka beint einhvers staðar annars staðar þá má það að vísu taka ef þeir sjá einhver text í Wikipedia því að hann er með þannig höfundarleyfi að þið megið alveg taka hann og setja hann inn einhvers staðar annars staðar. Og síðan ætla ég að glergerði í Murano að þar er ég búin að gera smá texta, síðan glergerði í Evrópu þar er ég búin að setja smá texta og iðnvæðing þar er líka texti í þann kafla og efni í gleri þess ég endi þessu sýnukenslu á að ég er hérna með kafla það efni sem er í gleri og nú er ég búin að gera nokkra kafla. Ég ætla að láta bara hitt mæta afgangi, ég er ekkert búinn þannig að nú segi ég er ég alveg viss að ég vil vista eða vil ég fórskoða. Ef ég segi fórskoða þá get ég séð hvernig það lítur út. Það er ekki að vista og sjáðu hvað gerist þegar ég setti svona annarstigs fyrirsagnir og síðan þegar þetta var orðið svo stórt að þetta náði meira en yfir skjáin þá kom sjálfkrafa efnis yfirleitt efst. Ég þurfti ekki að hafa fyrir því og ef ég er ánægð með þetta þá smelli ég bara á vista og þá lítur Wikibókin minn svona út að það eru komin hérna þegar komin 6 kaflar svo ég ætti að gera fleiri og takið eftir að við hvern einasta kafla þá er komið hérna breyta þannig að þá get ég breytt þessum kafla hvað er gler án þess að vera neitt að spá í hina kaflana.